Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 64 af þessu hlaðvarpi. Í dag held ég að ég reyni að taka upp sérstaklega stuttan þátt og ég hef ekki gert það mjög lengi. Ég sé að síðast þegar mér tókst að gera þátt sem var styttri en hinir þá var það 20 mínútur og í öðrum tilfellum voru þeir 21 eða 22 mínútur. Þannig ég greinilega komin með eitthvað skakka sýn á það hversu stuttir þættir geta verið. Sjáum til hvort ég gefi þennan þátt út og gefi svo annan út seinna í vikunni. Svona til að bæta upp fyrir það að ég hafi ekki gefið út almennilegan þátt. En ég held ég geti mögulega gert framhald af þessu í öðrum þætti. Ástæðan fyrir því að ég þarf að taka svona stuttan þátt upp er að ég mjög upptekinn við annað og ég hef bara fáa daga til þess að gera mitt allra besta í einhverju sem ég ekki svo góður í. Ég fæ þá mögulega kannski bara að tala það þegar ég kem aftur með lengri þátt. En í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég held ég hafi bara nefnt stuttlega í öðrum þáttum og ég hef nýlega þurft að skýra og skilgreina þetta betur fyrir einhverjum. Þannig ég kannski tala stuttlega munin á þessu tvennu. Þetta sem sagt getur okkar. Þetta hlutir sem við getum gert og þetta hlutir sem við getum gert innan máls. Ef þú ert að hlusta á mig og þú ert að ná að skilja eitthvað af því sem ég segi, þá ert þú að ná því að skilja með eyranu. Þú ert að hlusta og þú ert ekki að sjá það sem ég segi. Ef þú ert að lesa texta, lesa frétt, lesa grein, lesa bók, hvað sem það gæti verið. Ef þú ert jafnvel að lesa þessa uppritun einmitt núna á meðan ég að lesa þennan texta upp sjálfur, eða að taka þennan þátt upp og þú að hlusta á upptökuna af honum, þá ert þú að ná að skilja málið í gegnum sjón. Þú ert að nota annað skynfæri heldur en eyrað til þess að ná að meðtaka skilning og meðtaka upplýsingar á máli. Í báðum þessum tilfellum þá ert þú neytandi, a consumer. Þú situr kyrr og færð að meðtaka það sem fyrir utan þig og komið fyrir í eyrun þín eða augun þín. Þetta rosalega sniðugur hlutur að gera því oftar en ekki þá ertu að hlusta á eða lesa, það að segja að neyta mjög góðs máls. Þú ert að hlusta á gott mál, þú ert að lesa gott mál. Allavega það yfirleitt mun betra en það sem þú getur kannski hugsað og gert sjálfur. En þar komum við að þessum skilgreiningar mun sem ég langar að benda á. Að vera skapandi. To be a creator. Þegar þú talar mál, þá ert þú að skapa eitthvað nýtt. Þú segir eitthvað sem að þér var ekki endilega sagt
þú sem þú segir nýjan hlut sem þú meinar. Þú setur orð saman upp í setningu og segir hana. Þegar þú ert við tölvu eða við einhvers konar skriffæri, writing utensil, þá getur þú notað bókstafi málsins og skrifað þá þétt saman og sett bil á milli þeirra þegar á við og búið þá til myndræn orð sem verða saman að setningu. Hver einasti stafur sem þú skrifar er kominn frá þér. Þú skapaðir það. Þannig að lesa og hlusta eru leiðir til að neita málsins, að tala og að skrifa eru leiðir til að skapa mál. Ég hef stundum séð þessi atriði skilgreind sem að eitt sé hlutlaust og hitt sé virkt. Það er að segja a passive or active deed within a language. Og ég er ekki alveg sammála því að ég held að þú sem ert að hlusta á mig einmitt núna, þú ert örugglega að hlusta á mig nokkuð virkt. Þú þarft örugglega að vanda þig nokkuð mikið til þess að ná að skilja allt sem ég segi. Og jafnvel þó þú skiljir meiri hlutan af því sem ég segi, þá gætir þú kannski verið að vanda þig við að taka eftir því hvernig ég er að segja hlutina í smáatriðum. Hvernig er ég að bera ákveðin samhljóða pör fram. Þannig ég myndi kalla þetta að vera neitandi máls og skapandi máls. Þetta eru mjög aðskildir hæfileikar og aðskildar getur í mínum heimi. Eitt nærir annað. Þú ert líklegur til þess að geta orðið betri skapandi máls með því að neita þess. Þú nærð líklega að skrifa betra mál með því að lesa það. Þú nærð líklega að tala betur og betra mál ef þú hefur hlustað mikið áður. En til þess að geta orðið betri skapandi, þá verður þú að skapa. Það eru ákveðir hlutir við það að vera skapandi sem maður þarf að æfa sig í. Ég talaði þetta að miklu leyti í næst síðasta þættinu mínum ego og persónu. Þar sagði ég að þetta nýja mál þitt er eins og ný persóna, ný birtingarmynd egóstíns og þú þarft að þroska þessa persónu með því að æfa þig í því að vera í henni og fá fleiri orð inn í persónuna, fá fleiri orð inn í málið sem þessi persóna hefur til þess að tjá sig. Eina leiðin til að gera þetta og besta leiðin til að gera þetta er að skapa. Það er svo mikið af hlutum sem mætti leiðrétta og sjá hvar eitthvað vantar upp á í skilningi þínum á málinu með því að sjá hvað það er sem þú skapar. Það er svo stór hluti af því að gerast talandi á máli sem er það að þykja það í lagi að tala kannski verra mál heldur en þú veist að þú gætir. Eins og til dæmis að vera 30 ára þroskað ego sem að þarf að tala eins og 30 ára persóna á nýju máli. Það æfist ekki við það að lesa. Það æfist ekki við það að hlusta.
Það æfist við það að tala eða að skrifa. Það sem ég svo upptekinn af núna og ástæðan fyrir því að þessi þáttur þarf að vera jafn stuttur og hann verður að ég núna á næstum fáum dögum að reyna að bæta sköpunina mína á öðru máli. Yfir mjög langan tíma hef ég náð að gerast nokkuð góður neytandi á þessu máli. Ég skil það mjög vel, en ég nokkuð glataður í því að skapa á því. Og núna til þess að rétta úr því á jafn stuttum tíma og ég þarf að komast í mitt besta mögulega form, þá ég bara að skapa og ætla að gera eins mikið af því og ég get þegar ég hef lausan tíma til. Þannig mig langaði bara að henda þessari skilgreiningu á þig, og leyfa þér kannski að pæla í henni og pæla í hvar þú ert mögulega staddur í þínu ferli, kæri hlustandi, og komast að því hvort þú þarft kannski að hlusta meira, að neyta meira, eða hvort þú hafir mögulega bara gott af því að byrja að skapa. Ég leyfi þér að pæla í því og ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í bili. Ef þú hefur náð svona langt, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.